Ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar, kæru viðskiptavinir Íslandsbanka. Ég heiti Ásmundur Tryggvason og ég fer fyrir því sviði innan bankans sem að þjónustar fyrirtæki og fjárfesta. Við hjá Íslandsbanka, við höfum einsett okkur að vera hreyfiafl til góðra verka fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Það eru yfir 500 fyrirtæki í ferðaþjónustu sem að eru í viðskiptum hjá okkur og hlutfall lána til fyrirtækja sem hlutfall af lánasafni bankans til ferðaþjónustu hefur verið stöðugt undanfarin ár. Íslandsbanki veitir margvíslega aðra þjónustu til fyrirtækja í ferðaþjónustu. Við erum þannig öflugur þátttakandi á gjaldeyrismarkaði og við getum boðið fyrirtækjum í ferðaþjónustu áhættuvarnir til að verja sig gegn sveiflum í gengi íslensku krónunar sem allt of margir þekkja hér inni. Mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu kjósa að fara þá leið til að auka fyrirsjáanleika í rekstri og efla áætlanagerð. Við rekum líka öflugustu fyrirtækjaráðgjöf á landinu sem hefur komið að mörgum smáum sem stórum verkefnum og sameiningum í ferðaþjónustu á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna sölu á KEA-hótelum og nú nýlega þá aðstöðum við í bankanum Icelandair við að sækja 5,6 milljarða í nýtt hlutafé frá bandaríska fjárfestingarsjóðnum Par Capital Management. Mér finnst rétt að undirstrika að það er auðvitað stórfrétt að jafn öflugur aðili í fjárfestingum í ferðaþjónustu og Par Capital skuli fjárfesta með svo myndarlegum hætti í Icelandair. Fjárfestingin lýsir mikilli trú á íslenskri ferðaþjónustu, trú á viðskiptalíkani Icelandair og trú á þeirri stefnu sem stjórn og stjórnendur Icelandair hafa mótað til framtíðar. Íslandsbanki er einn af stofnaðölum ferðaklassans sem er verkefnadrifið samstarf ólíkra fyrirtækja í ferðaþjónustu. Íslandsbanki hefur jafnframt tekið þátt í verkefninu Ábyrg ferðaþjónusta ásamt festu miðstöðvar samfélagsábyrgð og ferðaklassanum og bankinn vill þannig hafa áhrif á að Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður til allra framtíðar með sjálfbærni að leiðarljósi. Íslandsbanki hefur verið einn af bakhjarlum Startup Tourism sem er ætlað að hvetja til nýsköpunar á sviði ferðaþjónustu, styrkja stoðir nýrra fyrirtækja, fjölga afþreyingamöguleikum og stuðla að dreifingu ferðamanna allt land, allan ársins hring. Verkefnið hefur orðið til þess að 40 sprotafyrirtæki hafa hrint viðskiptahugmyndum sínum í framkvæmd. Svona af þessari stuttu upptalningu að ráða sjáum við að þræðir okkar í ferðaþjónustu liggja víða. Við höfum trú á því að árið 2019 verði ár aðlögunar í ferðaþjónustu. Mörg fyrirtæki munu leita tækifæri til hagræðingar, samvinnu og ekki síst sameininga. Ég vil hvetja þá sem er í slíkum hugleiðingum hér inni til að hafa samband við okkar sérfræðinga og ég lofa því að við munum veita góð ráð. Ágætu gestir, það er mikil ánægja að sjá hvað margir hafa séð sér fært að mæta hingað til okkar í dag og mig langar til að bjóða ykkur öllum hjartanlega velkomin á þennan fund íslenska ferðaþjónustu. Á eftir munu þau Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar og Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair. Þau munu koma hér upp og svara spurningum Sigrúnar Hjartardóttur sem er starfsmaður í fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka. En fyrst ætlum við að kynna okkur nýja skýrslu íslenska ferðaþjónustu sem er að vanda stútfull af upplýsingum. Við hjá Íslandsbanka leggjum metnað okkar í að þekkja starfsumhverfi viðskiptavina okkar og þannig trúum við að við getum veitt framúrskarandi þjónustu þannig að þið náið árangri. Skýrslan er núna gefin út í 5. sinn og hún er aðgengileg á heimasíðu bankans islandsbanki.is en hún er ekki prentuð út í ár sem er í samræmi við umhverfisstefnu bankans sem byggir á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna í umhverfismálum. Nú til að kynna skýrsluna eru hér komnir
tveir góðir menn. Það annars vegar Bjarnólfur Lárusson sem viðskiptastjóri í ferðaþjónustuteyminu hjá bankanum og svo Elvar Orri Hreinsson, sérfræðingur í greiningu bankans. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og góðan dag, gaman að sjá okkur. Okkur langar að taka ykkur í smá ferðalag með okkur, ekki langt aftur þegar það mátti reykja flugvélunum að Spoga, heldur bara rétt 12 mánuði aftur í tíman, þegar Íslandsbanki var að gefa út álíka skýrslu við erum að kynna fyrir ykkur hér í dag. Hefðu við verið með sviðsmynd í þeirri skýrslu sem að sagði að annað stóru flugfélögum yrði gjaldþrota á spátímanum, olíuverð yrði hátt, gengi krónunnar yrði sterkt, það yrði verkföll á þessum markaði, launin myndu hækka og þessi gríðarlegi vöxtur sem var búinn að vera undanfarin ár, það myndi fjara undan honum. Ímyndið ykkur aðeins hvernig þið hefur þá litið fram í tíma, 12 mánuði fram í tíma, hvernig ykkur hafið litist á ferðaþjónustuna þegar við förum yfir núna töluna aftur í tíman. En það var mikil breyting á flugframboði til landsins þegar að gjaldþrot WOW kom í upphafi árs og við gerum ráð fyrir því að rúmlega fjórðungur af flugframboði að muni minnka flugframboði til landsins á þessu ári. En flugfélögin eru einmitt lífæð ferðaþjónustunnar hér á landi. Mikilvægi og yfirburðir Icelandair orðið mjög mikið eins og var hér á árum áður, bæði í ferðaþjónustunni og einnig í gjaldeyrissköpun landsins. En þá skulum við aðeins skoða hverjir það voru sem að flugu hingað með WOW og reyna svolítið átt okkur á því hvaða áhrif gjaldþrotið mun koma til með að hafa. Flugfélagið flutti hingað til lands hlutfallslega fleiri frá Norður-Ameríku og Mið- og Suður-Evrópu en önnur flugfélög og gjaldþrotið mun þá hafa meiri áhrif á þessi markaðssvæði en önnur. Við sjáum þessi áhrif að einhverju leyti hafin en fækkun ferðamanna frá Norður-Ameríku hefur verið umfram fækkun ferðamanna almennt það sem að vera á þessu ári. Nú, frekari tölfræði farþega WOW bendir til þess að þeir hafi bæði eytt minna og dvalið skemur hér á landi. Hún bendir til þess að farþegar WOW hafi verið ólíklegri til þess að nýta sér hótelgistingu og líklegri til þess að nýta sér annars konar ódýrari gistingu sem felur í sér minni þjónustu, gistingu á borð við Airbnb, farfuglaheimili og þess háttar. Þessi tölfræði bendir þá til þess að farþegar WOW hafi skilið eftir sig minni verðmæti hér á landi en farþegar annarra flugfélaga og með þessu alls ekki verið að gera lítið úr þeim neikvæða áhrifum sem að flugfélagið og gjaldþrot þess hafði óumdeilanlega á samfélagið í heild, heldur einungis verið að benda á að þetta kemur þá allavega til mildunar á þeim áhrifum. Hér sjáum við svo mikilvægustu markaðssvæði greinarinnar í dag, en þaðan koma 80% okkar ferðamanna í dag, langflestir frá Norður-Ameríku og hefur ferðamönnum þaðan fjölgað mest í núverandi uppsveiflu. Næstflestir koma svo frá Mið- og Suður-Evrópu, en þaðan hefur ferðamönnum fækkað sem hlutfall af heild í núverandi uppsveiflu. Svo einnig áhugavert að sjá vaxandi mikilvægi Asíu sem orðið okkar 4. mikilvægasta markaðssvæði. Tölfræðin bendir jafnframt til þess að ferðamenn frá Norður-Ameríku, Bretlandseyjum og Asíu eyði mest miðað við dvalartíma og í því samhengi jákvætt að sjá þessi markaðssvæði auka umsvif sín í ferðamennsku hér á landi og það hefur þá vegið til hækkunar á þeim verðmætum sem að ferðamenn skilja eftir sig miðað við dvalartíma. En skoðum þá einmitt dvalartíman, en hann hefur styst og þetta eru stóru ástæðurnar fyrir því sem við sjáum hér á þessari glæru. Við sjáum að vaxandi mikilvægi ferðamanna frá Norður-Ameríku og Bretlandseyjum og lækkandi hlutfall ferðamanna frá Mið- og Suður-Evrópu hefur þannig stuðlað að styttri dvalartíma ferðamanna almennt hér á landi, þar sem að ferðamenn frá Norður-Ameríku og Bretlandseyjum dvelja stutt og ferðamenn frá Mið- og Suður-Evrópu dvelja lengur hér á landi.
Stytting dvalartíma, við höfum séð að áhrif þessa gætir einna helst hjá þeirri ferðaþjónustu sem er með starfsemi sína utan suðvesturhorns landsins og út á landsbyggðinni vegna þess að eðli málsins samkvæmt að þá felur styttri dvalartími í sér minna svigrúm og minni tíma til þess að leggjast í lengri ferðalög til þess að skoða þær náttúruperlur sem eru þá lengra frá suðvesturhorni landsins. Ferðaþjónustan hefur borið höfuð og herðar yfir aðrar atvinnugreinar þegar kemur að gjaldeyrisköpun frá því það var stærsta atvinnugreinin 2013. Síðan frá árinu 2016 hefur ferðaþjónustan skapað jafnmikið af gjaldeyristekjum eins og áliðnaðurinn og sjávarútvegurinn til samans. En það verður áskorun núna og þegar við sjáum að það sé fækkun á farþegum sem að koma mögulega til landsins í ár, þá verður samdráttur í fyrsta sinn í mjög langan tíma á tekjum ferðaþjónustunnar og við gerum ráð fyrir því að tekjurnar rjúfi og fari aftur undir 500 milljarða múrinn sem að rauf árinu 2018. En verðmætaaukningin hefur verið drifin áfram af fjölgun ferðamanna sem hafa komið til landsins, ekki með aukinni neyslu þeirra hér á landi. Og því mikil áskorun því fólki núna þegar við sjáum mögulega fækkun á þessu ári, hvernig við ætlum að láta færri ferðamenn halda upp þessari verðmætasköpun sem að ferðaþjónustan hefur skapað hingað til. Og því verður það verkefni að fá hvern ferðamann til þess að eyða meiru þegar hann kemur og dvelur hér á Íslandi. En mikilvægur þáttur í því samhengi einmitt krónan. Og veiking hennar var kærkomin miðbik síðastliðið árs og fundu ferðaþjónustan aðilar fyrir því að eftirspurnin jókst við veikinguna eftir hún náði hæstu hæðum 2017. En þrátt fyrir veikinguna á síðastliðnu ári, þá var krónan á síðastliðnu ári fjórðungi sterkara heldur hún var í upphafi blómaskeiðsins árinu 2009. Og sem getur þá þýtt það að hver ferðamaður sem kemur til landsins, þar sem að kortavelta hefur ekki aukist í þeirra eigin heimamynt, hann sé að skila fjórðungi minna í tekjukassa Íslendinga í íslensku krónum heldur en gerðu árið 2009. Nú, eins og Bjarnólfur bendir á, að þá erum við að gera ráð fyrir samdrætti í gjaldeyrisköpun ferðaþjónustunnar í ár. Í ofanálag bætist svo við loðnubrestur og erum við að áætla að afgangur af utanríkisviðskiptum verði lítill sem enginn á yfirstandandi ári. En það í raun magnaður vitnisburður styrkar stoðir íslensks hagkerfis að þrátt fyrir að við séum hér að horfa fram á bakslag í 2 þungaviktarpóstum í gjaldeyrisköpun þjóðarinnar, að þá erum við engu að síður ennþá að gera ráð fyrir afgangi af utanríkisviðskiptum. Takið eftir, ekki halla, afgangi. Það gerbreytt ástand miðað við árin í aðdraganda hrunsins þegar að viðvarandi halli af utanríkisviðskiptum setti mikinn þrýsting á veikingu krónunnar sem svo var raunin. En það raun ekki bara utanríkisviðskiptin sem okkur í hag í þessum efnum. Við sjáum að hrein eignastaða Íslands gagnvart útlöndum jákvæð þessar myndir sem algjör nýlunda í hagsögunni en hún hefur verið neikvæð einhverja 20% af landsframleiðslu sögulega. Við sjáum einnig að Seðlabankinn býr yfir myndarlegum gjaldeyrisforða til þess að afstýra gengisfalli vegna tímabundins fjármagnsflótta úr hagkerfinu og bankinn hefur sýnt að hann mun beita inngripum við slíkar aðstæður. Þá ætti áhugi erlendra fjárfesta á Íslandi sem fjárfestingarkosti einnig að vega upp það útflæði sem að eiga sér stað þessar mundir í formi fjárfestinga lífeyrissjóðanna út fyrir landsteinana. Sama hvaða skoðun við kunnum að hafa á núverandi gildum krónunnar, hvort hún sé of sterk eða of veik, að þá ættu allir þessir þættir hið minnsta að vega til þess að auka stöðuleika gjaldmiðils okkar og það eitt og sér okkur öllum til hagsbóta. Við erum í ljósi þess að reikna með að krónan verði sterk út áratuginn og við teljum ólíklegt að umtalsverð veiking sé í kortunum næstu misseri. Hérna erum við að skoða ferðamannapúls Gallup sem mælir heildarupplifun og ánægju ferðamanna og sjáum við ánægju ferðamanna versna talsvert á árinu 2017 en ganga svo lítillega tilbaka á síðastliðnu ári. Sá mælikvarði sem hreyfist mest innan þessa mælikvarða
sá sem að mælir ánægju ferðamanna með verðlagið og virðist sá mælikvarði því hafa haft mestu neikvæða áhrif á heildar ánægju ferðamanna með dvöl sína hér á landi. Ef við skoðum svo ánægju ferðamanna með verðlagið og hvernig sá mælikvarði hreyfist samhliða gengisvísitölunni, þá sjáum við að þessi tveir mælikvarðar hreyfast algjörlega í takt. Og þannig litaði þetta gengisáhrifin upplifun ferðamanna hér á landi að talsverðu leyti. Við sjáum þó blessunulega að sterk króna endurspeglast ekki að fullu í verri upplifun ferðamanna að verðlagi hér á landi, sem að kemur sér afar vel fyrir okkur og þýðir að sú neikvæða umræða sem var hér uppi verðlagið, sérstaklega kannski á árinu 2017 þegar króna var að ná sínum sterkustu gildum, að hún var minni en hún hefði ella orðið. En skoðum þá hvaða ferðamenn þetta eru sem að finnst dýrt að koma til landsins. Það í rauninni algjörlega óháð þjóðerni. Það finnst öllum dýrt að koma hingað og gista hér og vera hér. En það þó ánægjulegt að sjá það að eru Bandaríkjamenn sem eru fjölmennastir allar sem koma hingað, sem eru hvað ánægðastir með verðlagið á Íslandi. Og þetta kemur ykkur ekki óvart. Ísland dýrasti áfangastaðurinn í Evrópu og í rauninni var hann árið 2017 tvöfalt dýrari heldur en meðaltalið var að gerast í Evrópu. Því mjög mikilvægt að þegar að krónan veiktist miðbik 2018 eins og við komum inn á áðan, að það styrkti samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar gagnvart öðrum löndum í Evrópu. En skoðum þá hvaða vörur að drífa áfram, hvaða vörur og þjónustur að drífa áfram þetta verðlag. Og það rauninni allar vörur og allar þjónustur sem ferðamenn eru að neyta, þær eru dýrari hér á landi heldur en annars staðar. Þó sérstaklega hægt að nefna áfengi og veitingastaði og gistiheimili sem hafa hækkað hraðar og eru dýrust í Evrópu hér á landi. En við vitum það náttúrulega með hótelin og gistinguna að hér hefur verið mjög há nýting á undanförnu og meðalverðin hafa hækkað nokkuð og orðið til þess að auka þennan verðflokk. Nú, hér erum við svo að horfa á heildarfjölgun seldra gistinátta og sjáum við á síðastliðnu ári að öll fjölgun í seldum gistináttum átti sér stað hjá hinum hefðbundna skráða markaði. Og á sama tíma var samdráttur í óskráða markaðnum sem við þekkjum að mestu leyti sem Airbnb. Þetta algjör kúvending frá árinu þar áður, en á árinu 2017 að þá tók Airbnb til sín langstærstan hluta af heildarfjölgun seldra gistinátta sem átti sér stað á því ári. Og þá kann maður að spyrja sig hvað að valda þessu. Í upphafi árs 2017 að þá voru ný lög sett heimagistingu. En skráningarferlið var kannski örlítið flókið og það var dýrt og það var tímafrekt og náðu lögin því ekki til ætluðum árangri svona fyrst sinn hið minnsta. Í kjölfari var svo ráðist í ákveðna einföldun sem að bar árangur en ennþá vantaði herslumuninn. Það var í rauninni ekki fyrir en síðastliðið vor sem að boltinn byrjar að rúlla fyrir alvöru í þessum efnum. Í kjölfar þess að eftirlit með lögunum hert til muna og það gerist í kjölfar mikillar umræðu Airbnb og alla þá milljarðaveltu sem að flæddi þar óskattlögð í gegn. Í kjölfarið höfum við svo séð skráninguna aukast til muna og sáum við það svo sannarlega á síðasta ári miðað við árið þar á undan. Og fer árið í ár einnig vel á stað með skráningar á leyfum fyrir heimagistingu. Og virðist okkur því hafa tekist mun betur að ná utanum þennan markað sem þessi óskráða gisting. En hversu umfangsmikil þá óskráð gisting í dag? Við sjáum hana og Airbnb ná hámarki á árinu 2017 þar sem að fjórðungur allra seldra gistinátta rann til þess markaðar. Eins og ég farið yfir þá snerist þetta við á síðastliðnu ári og hinn hefðbundna skráða gisting jók aftur sína hlutdeild á markaðnum. Og í því eru fólgnir margvíslegir ávinningar, til dæmis aukin hlutdeild hins opinbera í þeim verðmætum
sem að ferðamaðurinn skilur eftir sig hér á landi. Þetta þýðir að samkeppnisgrundvöllurinn á þessu markaði orðinn sanngjarnari vegna þess að það eru þá bara leikmenn markaðir sem eru í ríkari mæli að leika eftir sömu leikreglum. Og svo þetta einnig auðvitað skemmtilegt fyrir okkur gagnanördana vegna þess að þetta þýðir að við getum betur fylgst með seldum gistinóttum og það minna slíkar nætur sem að falla á milli þilja í gögnunum. Við erum jafnframt að gera ráð fyrir að þessi þróun haldi áfram. Það er að segja að skráð hefðbundin gisting auki hlutdeild sín á markaðnum. Og það gerum við ráð fyrir ekki síst vegna þeim árangri sem að náðst hefur með hertu eftirliti á óskráða markaðnum og einnig vegna þess framboðs sem við sjáum hjá hótelum í pípunum eins og Bjarnólfur mun núna koma til með að fara yfir. Já, fjölgun hótelherbergja hélt ekki í við þann vöxt ferðaþjónustunnar sem komu ferðamanna til landsins sem í rauninni var mjög jákvætt því að þá gátum við nýtt betur þá fjárfestingu sem var búið að fara í fyrir upphaf vaxta áranna. Lína sem við sjáum hérna þvert yfir fjölgun ferðamanna frá árinu 2015 og gulu súlurnar sýna hvort að landsvæðin hafi náð að mæta þessari eftirspurn. Ef við byrjum að sjá höfuðborgarsvæðið þá var ekkert svigrúm til þess að auka nýtingu þar, svo að í rauninni þá skapaðist Airbnb-markaðurinn sem Elvar var að nefna áðan og síðan fór gistingin að fljóta aðeins út á aðra landsluta. Og þar sjáum við þá vinstra megin, þar suðvesturhornið sem greip gæsina og jók við sig markaðshlutdeild sem og Vestfirðir og Vesturlandið. Suðurlandi gerði þetta og þið sjáum bláa punktinn vel fyrir ofan línuna, gerði það með að nýta betur þau hótelherbyggi sem voru á svæðinu sérstaklega. En ef við horfum á Suðurnesin, þá byggðu þau ný hótel vel upp í eftirspurnina en einnig voru að nýta betur þau hótelherbyggi sem voru á svæðinu fyrir. En það þurfti náttúrulega að fara í hraða uppbyggingu á hótelherbyggjum þegar að eftirspurnin var svona mikil. En við sjáum nú til endaloka á þessari miklu uppbyggingu sem átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu og undanförnum áratug. Við gerum ráð fyrir því að 1300 hótelherbyggi munu koma á markaði næstu 3 árin. Við vitum náttúrulega að það eru fleiri á teikniborðinu en vegna skipulagsmála og áhuga fjárfesta og fjármálastofnana miðað við þá óvissu sem í dag að það mun ekki verða alltaf veruleika eins og sakir standa núna. Þetta 8% árlegu vöxtur næstu 3 árin og við horfum til þess að nýtingin minnkaði á síðasta ári á hótelum hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá má gera ráð fyrir því að verði ákveðin þrýstingur á nýtingu hótela hér á höfuðborgarsvæðinu næstu árin sem eru þó sögulega og í alþjóðlegum samanburði mjög hár. En þetta eru miklar fjárfestingar. Við gerum ráð fyrir að meðaltali sé 20 milljarðar á ári eða alltaf 60 milljörðum þegar að þessu tímabili lokið. Við höfum tekið saman rekstrarniðurstöður rúmlega 1300 fyrirtækja sem að starfa í íslenskri ferðaþjónustu. Það gerum við í samstarfi við Creditinfo og munum við fara yfir þær niðurstöður núna á næstu glærum. Kannski áður en við gerum það er ágætt að staldra aðeins við og átta okkur á því að greinin einkennist að fáum mjög stórum aðilum og gríðarlega mörgum mjög litlum aðilum. Eitt dæmi sem grípur það ágætlega sú staðreynd að á árinu 2017 að þá velti Icelandair, stærsta fyrirtæki íslenskrar ferðaþjónustu, rúmum 100 milljörðum en á sama tíma að þá veltu öll litlu fyrirtækin í greininni samanlagt tæpum 80 milljörðum og þarna munar rúmum 20 milljörðum á milli 1234 fyrirtækja og 1 fyrirtækis. Þannig að þessi fyrirtæki eru vissulega ólíka að umfangi en öll vinna þau engu að síður að sameiginlegu markmiði sem eru auðvitað bara að þjónusta ferðamanninn eins og best verður á kosið. Eins og við vitum að þá reyndist árið 2017 greininni erfitt. Ytri skilyrði á borð við styrkingu krónunnar, hægari fjölgun ferðamanna og verðþrýstings í flugrekstri vegna aukinnar samkeppni olli því að það hægði á tekjuvexti og þeirri þróun virðist ekki hafa verið mætt nógu vel með kostnaðarhagræðingu og niðurstaðan þessi sem blasir við okkur hér á
þessari glæru og sjáum við versnandi rekstrarniðurstöður greinarinnar nokkuð bersýnilega hér en til dæmis þá lækkaði EBITDA greinarinnar 4% og hagnaður greinarinnar lækkaði ennþá meira eða rúm 60%. En það stærðarhagkvæmni í ferðaþjónustunni eins og í öðrum greinum. Ef við horfum á stóru fyrirtæki þarna þá þetta ár 2017 aðeins litað af flugfélögunum þar sem þau vega mikið þar. En kíkjum á meðalstóru fyrirtækin þá framleiðin þar helmingi meiri heldur en hjá smærri félögunum. Því augljóst að það þarf meira samstarf og jafnvel hagræðingar í smærri félögunum til þess að auka arðsemi þar. Ef við kíkjum svo á yfir landsvæðin, þá sjáum við að suðvesturhornið, austurlandið og norðurlandið eystri að skila bestu framleiðina eða yfir 20% á þeim svæðum. Norðvesturhorn landsins að skila nánast helmingi minni framleið heldur en heitu svæðin. En þrátt fyrir náttúruperlurnar og fegurðina þar, þá væntanlega samgöngur sem að gera mönnum erfitt fyrir og erfitt að stunda heilsárs ferðaþjónustu á mörgum stöðum fyrir vestan. Og förum svo niður á greinar innan ferðaþjónustunar, þá sjáum við að bílaleigurnar með hæstu framleiðina ásamt afþreyingunni. Þetta mjög ólíka greinar þar sem að bílaleigurnar búa við miklar fjárfestingar og háar afskriftir og því neðar sem fer í rekstrarreikninginn því minni framlegð En í afþreyingunni minna fjárfestingar sem þarf að afskrifa og hún heldur sér betur þegar neðar kemur ársreikningin framleiðin hjá afþreyingarfélögunum. Síðan eins og við komum inn á var árið 2017 erfitt hjá flugfélögunum og þar var taprekstur á árinu 2017. Nú frá árinu 2011 þá hefur að meðaltali rúmlega helmingur fyrirtækja innan greinarinnar skilað hagnaði og sjáum við þetta hlutfall ná hámarki á árinu 2016 enda metár að ræða í fjölgun ferðamanna. Hlutfallið lækkar svo árið 2017 enda rekstrarskilyrði greinarinnar öllu verri þá á vel flesta mælikvarða. Nú ef við snúum svo þessu hlutfalli á haus þá getum við gróflega áætlað sem svo að það hafi rúmlega 600 fyrirtæki í íslenskri ferðaþjónustu skilað taprekstri á árinu 2017. Og eins og við öll vitum að þá taprekstur auðvitað ekki sjálfbær til lengri tíma. Við sjáum jafnframt að hlutfallið lækkar meira á milli ára á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu sem bendir þá til þess að sviptingar í rekstrarumhverfi greinarinnar hafi meiri áhrif þar. Ef við skoðum þetta sama hlutfall eftir stærðarflokkum þá sjáum við að og yfir 80% af stórum og meðalstórum fyrirtækjum hafa skilað hagnaði að meðaltali frá árinu 2011. Taprekstur því mun algengari í flokki lítilla fyrirtækja sem segir okkur þá og gefur okkur vísbendingar það að þar séu tækifæri í ríkari mæli til þess að ráðast í sameiningar en það fyrir augum að ná fram hagræðingu og draga úr fjölda aðila sem að skilar þar ósjálfbærum taprekstri. Nú, ef við færum okkur svo yfir í efnahaginn þá sjáum við að skuldsetning í ferðaþjónustu hefur þróast með jákvæðu móti og við sjáum það birtast hér í vaxandi eiginfjárhlutfalli greinarinnar yfir tíman á glærunni. Það auðvitað mjög jákvætt að sjá að þrátt fyrir miklar kröfur hraðan vöxt að við höfum náð að mæta þeim kröfum án þess að því hafi fylgt tilkostnaður í greininni í formi aukinnar skuldsetningar félaganna. Þannig hefur auðvitað heilbrigð þróun á skuldsetningu í greininni komið sér afar vel við núverandi aðstæður þegar að rekstrarskilyrði hafa versnað og mun áfram koma sér vel nú þegar við erum að gera ráð fyrir að ferðamönnum muni fækka. En stærri félög með sterkari efnahagsreikning, alveg eins og í rekstrinum, þá betri útkoma þar. Og eiginfjárhlutfall félaganna yfir 30% og mjög heilbrigt verður að teljast. En aftur á móti minni félög sem með minni framleið berskjaldari gagnvart niðursveiflu þar sem eiginfjárhlutfallið sem hefur þó verið að aukast á undanförnum árum komið upp í 25% og aðeins undir þeim stórum. Ef við skoðum svo skuldsetningu heilt yfir landið
þá er hún nokkuð ásættanleg og við erum með Suðvesturhornið, Austurland og Norðurland eystri sem eru með eiginfjárhlutföll, ekki Norðurland eystri, heldur bara Austurlandið með Suðvesturhorninu sem eru með eiginfjárhlutföll yfir 30%. Síðan það aftur þetta norðvesturhorn sem á undir högg að sækja og þar neikvætt eiginfé komið aftur á Norðurland vestra. Við förum svo í greinar ferðaþjónustunnar, þá sjáum við að afþreyingin skuldminnsta með hæsta eiginfjárhlutfallið. Það hefur mikið að gera með að fjárfestar og fjármálastofnanir gera meiri kröfu til eiginfjár til þess að fyrirtækja vegna áhættu innan greinarinnar. En aftur á móti sjáum við að ferðaskrifstofur sem voru með hæsta eiginfjárhlutfallið ásamt fólksflutningum hafa verið að lækka í eiginfjárhlutfalli þvert í rauninni á þróun í greininni sem neikvætt. Gistingin, hótelin hafa verið að standa sig mjög vel, fara úr neikvæðu eiginfé í mjög heilbrigt 30% eiginfjárhlutfall núna. En aftur á móti eru bílaleigurnar ennþá með lægsta eiginfjárhlutfallið í kringum 10%. En eins og ég kom inn á áðan að þá búaði við háar afskriftir og hafa búið við það undanfarin ár að geta selt bíla umfram bókfært virði sem hefur verið það ákveðið dulið eiginfé ofan á þetta eiginfé í bókum félagana. En það verður áhugavert að sjá núna í framhaldinu á neikvæðum fréttum sem komu af bílaleigumarkaðinum á þessu ári, hvort að þetta dulda eiginfé muni halda áfram að raungerast. Nú, hér erum við svo að para saman rekstrarreikningin og efnahagsreikningin með það fyrir augum að reyna átt okkur á því hversu vel reksturinn ber skuldsetningu sína yfir tíma. Og eins og við höfum farið yfir að þá versnaði framlegð greinarinnar umtalsvert á árinu 2017 og fyrir vikið að þá ber rekstur greinarinnar skuldsetninguna sína verr þessar mundir en áður og skuldsetningin þar af leiðandi orðin meira íþyngjandi fyrir reksturinn. Við fórum yfir það áðan að það meiri framlegð á stærri fyrirtækjunum, þeir eru með meira eiginfé svo það segir sér í rauninni sjálft að þau standa betur undir sinni skuldsetningu heldur en minni. Skuldsetning stærri fyrirtæki á bilinu 5-6 sinnum EBITDA en orðin íþyngjandi minni félögum í hátt í 8 sinnum EBITDA. Og ef við kíkjum á landsvæðin, þá það aftur Suðvesturhornið, það Austurlandið og Norðurland eystri sem standa best undir sinni skuldsetningu. Meðaltalið á Suðurnesjunum 2,5 sinnum EBITDA í skuldsetningu, en aftur á móti skuldsetning orðin íþyngjandi á norðvesturhorni landsins, eða yfir 10 og rauninni ósjálfbær á öðru óbreyttu á Vestfjörðum komin þarna hátt í 30. Og að lokum þá kíkjum við aðeins á skuldsetningu innan greinarinnar, geirana innan greinarinnar. Þar stendur afþreyingin besta vígi, enda gert mest krafa eiginfé inn í þá grein og eru með 2,5 sinnum EBITDA í skuldsetningu. Bílaleigur og hótel standa vel á vígi í sínum markvöldurum, en á árinu 2017 þá voru það ferðaskrifstofur og flugfélög sem stóðu verst á vígi. Og við svo sem vitum í dag hver afleiðingarnar hafa orðið af því. Í upphafi þá báðu ykkur að koma í smá ferðalag og ímynda ykkur að ákveðið scenario, dökka sviðsmynd ferðaþjónustunnar sem hefur, og við vitum öll í dag, hefur raungerst. Þrátt fyrir það stendur ferðaþjónustan styrkum stoðum og við gerum ráð fyrir því að þrátt fyrir allt þetta og við erum komin nokkuð svona vel langa leið í gegnum storminn, að það eðlilegt að það sé búið að vera miklar áskoranir á þessu ári og verða út þetta ár, en við teljum að framtíð sem björt og stoðirnar séu sterkar. Það þökkum við okkur kærlega fyrir okkur og hlökkum til að hlusta á panel umræðu núna í kjölfarið. Takk fyrir. Takk. Já, góðan daginn. Velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að vera með okkur hérna. Það nóg að taka og held ég fátt
verið eins mikið ritað og rætt undanfarið eins og ferðaþjónustan og ekki bara núna í kjölfar á gjaldþrotsins heldur bara löngu fyrir það. En ef við byrjum að tala áfangastæðin og það er náttúrulega verið ótrúlega vöxtur í langan tíma og kannski eins og verður í þannig aðstæðum að þá er ekkert alltaf rosalega mikil tími til að skipuleggja sig og fólk er meira að bregðast við aðstæðum sem kom upp en að svona horfa kannski fram í tíman. En ef ég spyr því Þórdís, hver er svona staðan á svona stefnumótun fyrir áfangastæðin? Sko áfangastaðurinn Ísland hann er auðvitað mjög sterkur og ég reyndi að koma því á framfæri þegar að var gjaldþrota að það breyttist í rauninni ekkert við áfangastaðinn Ísland. Þetta er sami áfangastaður og hann var. Ferðamenn þurfa bara að komast hingað með öðrum leiðum heldur en áður. Og við auðvitað erum mjög meðvituð það hvað er sterkt við áfangastaðinn Ísland og hvar síðan svona okkar veikleikar eru, sem þá kannski allra helst í bara verðinu, vegna þess að þrátt fyrir að okkur finnist alls konar hlutir þurfa að vera svona á betri stað, þá eru ferðamenn sem að hinga að koma ótrúlega ánægðir með veru sína. Og hvað varðar svona lengri tíma sýn og annað slíkt, að þá eru þetta í gildi ákveðin stefnumótun stefna sem er til ársins 2020, en við í stjórnstöð ferðamála erum annars vegar að vinna stefnuramma með bara þessu svona leiðarljós ferðaþjónustunnar sem að allir geta þá í rauninni allt sem að, hvort sem það eru sveitarfélög, stjórnvöld eða greinin sjálf, hvað sem þau eru að gera, að þá séum við svona sammála að það eigi alltaf að vera undir þessum leiðarljósum, sem þá bara þessar breiðu línur varðandi aukna verðmætasköpun, almennilega innviði, almennilega gögn og svona samhæfða stjórnun og svo framvegis. Og svo erum við auðvitað með þetta stóra verkefni sem að hefur verið í gangi frá því rétt fyrir síðustu kosningar, eða þar síðustu, sem er álagsmat í ferðaþjónustu. Og það er verkefni sem að ég veit ekki hversu margir þekkja og það er svona verkefni í 3 fösum og við erum núna að klára fasa nr. 2 sem gengur út á það að finna út bara hver eru þolmörk Íslands þegar kemur að því að vera land ferðaþjónustu út frá samfélagslegum þáttum, efnahagslegum og náttúrulegum, eða umhverfislegum. Og þetta verkefni, fyrsti fasi gekk bara út á það að finna hvað ætlum við að mæla. Og við fundum út að við ætlum að mæla, þetta eru 70 vísar. Þannig við erum þá í rauninni að segja, ok, hér á að vera ykkur hámarkshraði. En nú erum við að reyna að finna út hver er sá hámarkshraði. Og þessi vísar eru allt frá fráveitumálum, vinnumarkaði, húsnæðismarkaði, uppbyggingu, innviða, samgöngumál og allt þar á milli. Og nú erum við að klára fasa 2 sem segir okkur þá hvar erum við raunverulega stödd. Eins og hér erum við að tala Norðvesturland og það sem að líklega er að hindra ákveðna uppbyggingu eru samgöngumál. Og þá getum við séð nákvæmlega hvar erum við bara á grænu ljósu í góðum málum, hvar erum við komin á einhver svona hættumörk og hvar munum við bara lenda á rauðum stað eða erum jafnvel á rauðum stað og hvað þurfum við að gera til þess að laga það. Af því að ég held að ef okkur tekst vel með þetta verkefni, að þá sé þetta vísir að einhverju sambærilega eins og þegar fiskveiðistjórnarkerfi var búið til. Og við erum alltaf að tala við þurfum að fara að koma fram með ferðaþjónustuna og stjórninni meira eins og við gerum í fiskveiðistjórnarkerfi. Þrátt fyrir að ég sé ekki segja að ferðamenn séu fiskar og það er ekki hægt að stýra þeim með sama hætti. En það er samt ótrúlega margt sem er sambærilegt. Þannig að þriðji áfangi þar í rauninni bara það mun vísa okkur veginn hver langtíma stefnumörkun á að vera og ég hef það á tilfinningunni og ég byggi það á bara samtölum og öðru slíku og ég held við séum langflest á leið í sömu átt. Það sé allir sammála hvað þurfa að gera, hver eigi að vera leiðarljósin. Svo getum við rifist hvernig við komumst þangað, við getum rifist eða vera ósammála að það eru sársaukafullar aðgerðir en við vitum alveg hvað þarf að gera og hvað þarf að gerast. Bogi, það er minnir að það verið 2012 sem að Icelandic Group setti sér þá stefnu að vera leiðandi afl í uppbyggingu ekki bara flugsamgöngum heldur ferðaþjónustu á Íslandi svona breiðum grundvelli og vera leiðandi í því að gera Ísland að heilsársáfangastað sem auðvitað mjög mikilvægt líka bara upp á þetta álag og annað sem að Þórdís kom inn á. Hver er staðan á þessari svona sýn núna þegar þið eru búin að boða í rauninni brotthvarf úr svona öðru en fluginu? Já, hún er rauninni alveg óbreytt og eins og þú segir, við erum mikla stefnumótun 2012 og lykilpunktur þar var að breyta Íslandi í heilsársáfangastað ferðamanna og það hefur gengið mjög vel að okkar mati og náttúrulega mjög margir komið að því og þó að við ætlum að fara út úr svona heilstæðri ferðaþjónustu núna, við ætlum að selja hótelfélagið okkar og Iceland Travel, þá ætlum við áfram að selja hótelgistingu á Íslandi til okkar farþega og líka afþreyingu til okkar farþega hér á Íslandi.
Það er það eina sem við ætlum ekki að gera núna, við ætlum ekki að reka fyrirtækin sjálf og ætlum ekki að eiga þessar eignir, en við ætlum áfram að hafa tekjur og selja farþegum okkar, gistingu og fleira allan ársins hring hér á landi, þannig að það er engin breyting hvað það varðar hjá okkur og mun ekki hafa áhrif á íslenska ferðaþjónustu. En er einhver áhætta í þessu núna þegar WOW er horfið, er einhver hætta, við erum að sjá hérna árstíðasveifluna að hún mun líklega aukast, allavega í ár, hvað svona markaði tilur æskilegt að sækja inn á til þess að fylla þetta skarð? Getum við eitthvað brugðist við þessu á þessu ári? Ég held að þetta eins og kom fram í tölum þeirra hérna áðan að þá verður þetta ár svona, það verður ákveðin ókýr á þessu ári og ákveðin svona breyting sem verður að eiga sér stað, samþætting og stækkun fyrirtækja. Við erum á bara miklum krossgötum í dag, ferðaþjónustan á Íslandi. Við erum að byggja, eða margir í ferðaþjónustunni hafa verið að byggja sínar viðskiptaáætlanir og fjárfestingarákvarðanir að mínu mati á röngum forsendum. Á þeirri forsendu að hér muni fljúga inn farþegar á mjög lágum fargjöldum víðs vegar á heiminum. Það er bara ekki sjálfbært og þessi breytingar eiga sér stað núna og þess vegna er mjög mikilvægt að við förum í gegnum í rauninni stefnumótun og klárum hana hratt og örugglega, í rauninni ákveðum fyrir ferðaþjónustuna, hver framtíðarsýnin er, hvert hlutverkið er og á hvaða gildum við ætlum að byggja íslenska ferðaþjónustu og slíka vinnu verður að byggja á gögnum og upplýsingum og þessi skýrsla hér er mjög gott innlegg í þá vinnu og ég legg bara mikla áherslu á það að við vinnum þetta hratt og örugglega og klárum bara á þessu ári. Og þá er ekkert óttast, hvorki hvað varðar veturinn í sumari. Hvað finnst þér að Íslandi eigi að standa fyrir í ferðaþjónustu? Ísland út frá staðsetningu landsins og hversu fái erum að þá getur Ísland aldrei orðið ódýr áfangastaður, hvorki hvað varðar flugið, né afþreyinguna á landinu eða gistinguna. Þannig að við höfum að fylgja þeirri stefnu að fá hingað inn ferðamenn sem í rauninni geta gengið landið og borgað fyrir það og ekki að vera að sækja inn þessa, hvað ég að segja, fókusar allt og mikið á þessa lággjaldað ferðamenn. Við eigum að horfa á gæði en ekki magn og það á að vera stefnan okkar. Við höfum ekki alveg verið að fylgja henni undanfarið. En svona talandi þegar við byrjuðum að tala hérna WOW-ið og svona það skarð sem þarf að fylla þar, áttu við að bjarga WOW, áttu ríkið að ganga inn í að svona ljósið þeirra miklu hagsmuna? Hefði það verið réttlætanlegt? Nei, það hefði ekki verið réttlætanlegt. Það er auðvitað komið mjög langt síðan að ég óskaði sérstaklega eftir því að þessi hópur sem á endanum var skipaður, yrði skipaður og við stæðum vaktina og fundum þétt. Við létum vinna alls konar greiningar og Samgöngustofu auðvitað með sitt hlutverk sem að hún sinnti vel og við fórum yfir allt sem hægt var að skoða í rauninni, afleiðingar af því af mismunandi ákvörðunum, hvað mismunandi ákvörðunum myndi þýða og auðvitað hefði maður viljað að fyrirtæki hefði komist í gegnum þetta. En þegar að það er búið að reyna eins mikið og var reynt að sækja einkafjármagn mjög víða, að þá er það ekki réttlætanlegt að taka fjármuni skattgreiðenda sem eru ekki mínu fjármunir, heldur fjármunir annarra, í slíka áhættu. Við hefum þurft að vita nákvæmlega hvað það þýddi, hvað þýðir að taka yfir slíka kennitölu, hvað átti það að vera til langs tíma og mér fannst sérstaklega áhugavert þegar að við vorum búin að liggja yfir þessu, eins og ég segi, marga mánuði, að þegar að síðan það fór eins og það fór, að þá stigu fram ýmsir sérfræðingar og margir auðvitað sjálfskipaðir sérfræðingar svo sem líka og sögðu við áttum bara að bjarga þessu og þetta gekk nú svo vel hjá Air Berlin og svona. Það gekk ekkert vel hjá Air Berlin. Í fyrsta lagi var það allt annað fyrirtæki. Það voru allt aðrar eignir þar inni og þess fyrir utan að þá voru þær ákvarðanir sem þar voru teknar vegna þess að þú varst með 80.000 strandaglópa ferðamenn að háanna tíma á þeim tíma. Það voru allt önnur staða hér og við vorum búin að kortleggja það algjörlega. Hvað væru sirka margir, hversu mikið frambúða til staðar, hvað við þyrftum þá að gera ef við næðum ekki að koma fólki heim með þeim leiðum, þá höfum við bara farið í næsta skref. Það var allt önnur staða þar og þess fyrir utan ætlaði þýsk stjórnvöld að fá alla sína fjármuni tilbaka og það gekk bara alls ekki eftir. Og þegar þetta var gert þá var það líka rétt fyrir kosningar. Þannig að auðvitað finnum maður fyrir þrýstingi og auðvitað hefði maður viljað. Ég meina þarna misti auðvitað ótrúlegur fjöldi manns vinnu sína
og auðvitað þetta högg, en við finnum líka að því þetta tók svona langan tíma að tíminn mildaði höggi mjög og ég hjó sérstaklega eftir að hérna var rætt sko sterkar stoðir íslensks efnahagslífs. Það auðvitað alveg ótrúlegt að við skulum missa heilt flugfélag sem að flýgur sko 500.000 ferðamenn til landsins á ári, 1100 manns missa vinnuna og þetta verður áhrif á gjaldeyristekjur og allt saman. Ég meina þær sviðsmyndir sem voru teiknaðar upp, þær voru auðvitað mjög misjafnar, en ég held að fáir hefðu, og ég átta mig alveg á því að við erum ekki búin að sjá allar afleiðingar koma fram ennþá, ég átta mig alveg á því, en ég held að fáir hefðu veðja á þessa stöðu hér eftir allt sem á undan er gengið og mér finnst það sýna líka hvað íslenskt efnahagslíf bara breytt og hvað það fjölbreyttara og sterkara en það var, en það auðvitað þannig að við getum alveg mista frá okkur og það sem skiptir máli hvað ákvarðanir við tökum, en í þessu tilviki að þá er ég alveg sannfærð það að við gerðum rétt. Ég meina, markaður er markaður og þú þarf að taka því súra með því sæta, sko. Ja, en talandi að þú veist nú að það hefði kannski ekki verið ábyrg meðferðarskatt fyrir að stígarnin. Ísafja er aðeins í heitu vatni þessa dagana sem er svona eftirmáli þessa máls og svona fréttum að dæma allan í gær og held ég aftur í morgun, sko, þá er náttúrulega þessi kyrrsetning náttúrulega bara fyrir dómstólum. Er ástæða sko, til að hafa áhyggjur af bara orðspori Íslands ef að þetta, erum við alveg vissum að Ísafja sé réttu megin við lögin þarna og getur það ekki bara haft stór skaða áfangastæðin? Það sé klárlega hætta á því að þetta hafi neikvæð áhrif á orðspor Íslands sem flugrekstrarlands. Svona, hvað að segja, ég veit ekki hvort maður segja óeðlileg viðskipti eða sérstök viðskipti hafa neikvæð áhrif og geta haft áhrif á áhættu álag til hækkunar. Ég held að það sé bara engin spurning. Við reyndar hjá Icelandair búin svo vel að við erum í mjög góðu sambandi við alla þessa leigusala og fjármögnun aðila á flugvélum og við höfum haft á stefnu að vera með sterkar efnahagsreikning, þannig að við teljum að þetta hafi ekki áhrif á okkur en svona nýja aðila sem vilja koma inn á markaðinn og þá mun þetta hafa áhrif en varðandi það sem að Þórdís var að tala áðan hvort að ríkið hefði átt að grípa inn í WOW þá er ég algjörlega sammála því að það hefði verið algjörlega fráleitt. Að mínum mati er það engin tilviljun að það hafa 2 lággjalda flugfélög farið á hausinn á Íslandi á síðustu 6 árum. Að mínum mati er bara ekki hægt að reka lággjalda flugfélög frá Íslandi í samkeppni við til dæmis Wizz Air sem er með 100 vélar og gerir út frá Austur-Evrópu og ætla að verðleggja sem sama hætti á litla dýra Íslandi. Það er mjög mikil stærðarhagkvæmni í flugi eins og ferðaþjónustunni sem kom hérna fram áðan. Þannig að það er einhver draumsýn sem bara gengur því miður ekkert upp. Þannig að þetta var algjörlega rétt ákvörðun hjá ríkisstjórninni. Það verður ekki henda góðum peningum eftir slæmum. Talandi sérfræðinga og margir og á tímabili fannst manni varla maður opna vefmiðil eða dagblaða sem ekki var einhverjar fabuleringar að hinir og þessir ætluðu að stofna flugfélag og menn töluðu bara mikilvægi þess hreinlega að það yrði að vera hér annað flugfélag til höfuðs í rauninni Icelandair. Er það sko, þú talar það er kannski bara ekkert mjög raunhæf pæling í landi sem er með kostnaðarstruktúr eins og Ísland, en sko yfir höfuð bara sjálfsagt að það sé íslenskt flugfélag og þarf að vera íslenskt flugfélag. Er það nauðsynlegt? Það er ekki nauðsynlegt en það er mikilvægt og það eru til flugvellir þar sem eru 2 flugfélög en það eru flugvellir eins og Tokyo, New York, Sao Paulo þar sem eru sko milljóna heimamarkaðir. Ég held að séu varla finnandi þá sá flugvöllur eins og Ísland í rauninni þar sem eru 2 flugfélög og það segir okkur bara að þetta er rauninni varla raunhæft og það eru mjög margir flugvellir og borgir með rauninni milljónir þar sem er ekkert lokal flugfélag. Bara sem dæmi Florida þangað að fljúga tæplega 100 milljónir farþega á ári hverju og það er ekkert áætlunarflugfélag þar allan sem ég veit um. Þannig að það er gott fyrir Íslanda og er rauninni nauðsynlegt að hafa flugfélag, heimaflugfélag, bara út af þessum tengingum að búa til þetta leiðakerfi sem Icelandair hefur búið til í gegnum tíðina sem rauninni byggir á tengingunni yfir hafið og nýta landfræðilega legu en það er ekkert nauðsynlegt að hafa 2 og alls ekki og bara að mínum mati ekki raunhæft. Markaðurinn er bara lítill, heimamarkaðurinn. Ég held að þetta sé sko, þetta er auðvitað mjög fjölbreytt. Ég meina við erum, sem ferðamannaland erum við auðvitað ótrúlega háð flugsamgöngum og þess vegna er mikil einföldan að segja að hér sé bara, eitt íslenskt og ég var til dæmis að spyrja bara af einhverjum erlendum sérfræðingum sem að spyrja hafið þið þá ekki áhyggjur út frá því, út frá samkeppni og ég sagði, það eru 25+ flugfélög að fljúga til landsins til dæmis yfir sumartímann, auðvitað er alveg samkeppni. En það má samt heldur ekkert gera lítið úr áhrifum WOW
ég meina, jú það fór eins og það fór sko, og það eru mörg lággjaldaflugfélög í vesinni en það eru líka bara mörg flugfélög í vesinni og við vitum alveg að til dæmis starfsmannakostnaður hjá Icelandair er mjög hár og það má alveg spyrja, ég meina hversu lengi getur hann verið svona hár af því að auðvitað Icelandair í samkeppni líka við lággjaldaflugfélög og önnur flugfélög bara allstaðar og út frá neytendum og það má spyrja, eitt er fyrir hversu háð ferðaþjónustan er flugi, annað er síðan að flugrekstur er auðvitað ein tegund ferðaþjónustu en hagsmunir flugfélaga og svo ferðaþjónustu fara heldur ekki endilega saman vegna þess að flugfélög vilja væntanlega mjög gjarnan vera með marga viðskiptavini, alltaf að fljúga og meðan ferðaþjónustan, við erum hér að reyna að segja að við viljum fá þá lengi og svo framvegis, þannig að það er auðvitað líka alls konar og svo má ekki gera lítið úr áhrifum hvort það er WOW eða önnur lággjaldaflugfélög sem hinga að fljúga fyrir íslenska neytendur sem hafa þurft að borga háar fjárhæðir til að komast út í landi í gegnum söguna og það hefur breyst undanfarin ár og ég held að langflestar hafi verið svo ánægðir með það og það er svona skilur maður áhyggjur bara svona hins almenna íslenska neytenda sem að langar að komast í sól og ódýran bjór að hvaða áhrif þetta kann að hafa en það er síðan alveg rétt og það er örugglega sérstök fræði sem að ég er ekki sterkust í að það er að reyna að spyrja sig hvað er sjálfbært ég meina við erum með mörg lággjaldaflugfélög sem að er eðlilegt að kosti 10 skall að fljúga ég meina það er náttúrulega ekki eðlilegt út frá umhverfissjónarmiðum en það má líka alveg spyrja er það eðlilegt bara yfir höfuð og ég meina en á móti segjum við heyrðu hér er bara eitthvað samkeppni og það verður bara að finna sína leið og það bara verður að fara einhvern veginn eins og það fer en í grunninn út af því hversu mikið samkeppni er að þá mætti alveg segja þegar spurningin er þurfum við íslenskt flugfélag þá geti einhverju sagt bara það er bara óraunhæft að halda út íslensku flugfélagi ef við ætlum að vera með íslenska starfsmenn og annað út af kostnaði en auðvitað viljum við ekki hafa það þannig og ég meina á Nýja-Sjálandi til dæmis þar eru auðvitað vegalengdirnar allt aðrar þannig að það er ekki sömu forsendur fyrir lággjaldaflugfélög að vera skottast í Nýja-Sjáland það er miklu lengri leið heldur en frá Evrópu hingað en þar eru þau til dæmis með mjög fá flugfélög sem fljúga og miklu frekar bara legacy flugfélög og þau leyfa sér alveg að velja flugfélög í rauninni til þess að reyna að hafa áhrif á þá hvers konar ferðamenn er að koma þannig að og það er auðvitað bara út frá staðsetningu eru það auðvitað önnur sjónarmið en samt þau leyfa sér að velja meira og það er þessi heilstæða stefnumót sem ég til að við þurfum að fara í hið opinbera Ísafi og allir henni hvaða flugfélög við viljum fá hingað og hvernig ferðamenn þetta verða alltaf lággjaldaflugfélög og Icelandair mun aldrei keppa við Wizz Air í verðum það er bara þannig við þurfum að keppa við þá í bara upplifun okkar farþega og þjónustinu og slíku þannig að það verða alltaf lággjaldaflugfélög sem fljúga hingað það eru 25-6 flugfélög að fljúga hérna á þessu ári þannig að en við munum ekki vinna Wizz Air eða EasyJet í verðum, það liggur fyrir. En talandi einmitt rekstrarskilyrðin og þú ert að koma inn að Ísland er dýrt og dýrast í heimi og eða markam á skýrsluna. Kjarasamningar sem eru svo lota sem er nýja af staðinn og sem var svona beint að ferðaþjónustunni og breiðu bökunum eins og það var kallað í ferðaþjónustunni. Maður horfir á niðurstöður skýrslunnar þó þetta séu vissulega ekki nýjustu tölur að þá er afkoman ekkert glæsileg og þetta hefur bara verið mjög erfitt þannig að og þetta er mannaflsfrek grein og hún verður það alltaf, það er engin gervigreind að fara að leysa af hólmi þjónustu á hótelum eða veitingastöðum nema ég sé bara svona óbúrslega lítið framsýn en og þetta er mannaflsfrek grein og það er ljóst að kjarasamningar munu vega þungt fyrir þessa grein kannski ekki síst er einhverjar svona beinar mótvægis aðgerðir sem væri hægt að ráðast í bara til að styrkja samkeppnishæfni Íslands og svona verja þessa efnahagslegu hagsmuni sem eru heilmiklir þetta er stærsta gjaldeyrisskapandi greinin Já, ég meina ég held að kjarasamningar það hjálpar ekki stöðunni að laun munu hækka en aftur ef maður lítur svona á samhengi hluta og hvernig þau mál voru að þá er þetta nú betra heldur en margir hefðu kannski veðja á og þetta fór betur heldur en margir hefðu þorað að vona en það er alveg rétt, þetta er auðvitað mjög mannaflsfrek atvinnugrein og verður áfram og verður alltaf og Ísland er mjög dýrt og verður áfram og verður alltaf og það er ekki bara út af gjaldmiðli hver sem hann væri heldur eru bara lífsgæði með þeim hætti hér að þú getur ekki bæði fengið ódýra tölvuforritana frá Búlgaríu en fengið líka lífsgæðin í Íslandi það bara fer ekki saman og þess vegna þarf maður að taka það í algjöru að taka það saman hér en stafræn tækni í ferðaþjónustu er að mínu mati lykill í því að lækka kostnað og nýta þá tækni og það á jafnvel sést auðveldara kannski fyrir stærri fyrirtæki að nýta sér þá tækni en það er mikilvægara fyrir kannski smærri fyrirtæki og mikilvægara fyrir fyrirtæki út á landi og þarna held ég að séu mikil tækifæri til þess að lækka alls konar kostnað
Og svo varandi gervigreindina, þá ég veit ekki, ég held að það geta nefnilega alveg verið að við verðum með gervigreinda á svona stöðum sem okkur finnst kannski frekar skrítið að hugsa til þess núna. Að það sé bara eitthvað vélmenni að búa rúmið, sko, og ég held að við, sérstaklega eins og hvað var að stafræna tækni, og held ég meina við erum með mörg sterk fyrirtæki hér á því sviði í þeim geira og það líka munurinn hjá okkur og til dæmis annars staðar, þar sem þegar maður fer og hittir, ég hef kannski sagt þetta áður í þennan sal jafnvel, maður fer og hittir ferðamálaráðherra annars staðar, að þá allir hrikalega ánægðir með öll störfi sem þetta skapar og við höfum verið það í gegnum frá því eftir hrun og fagnað hverju þetta hefur breytt og allt það, en hjá okkur það áskorun hvað þetta kallar á marga starfsmenn og við eigum þá ekki til og það bara hjá okkur svona, það er aukinn hvati, ekki bara út frá rekstrarlegum forsendum, heldur aukinn hvati, það er ekki pólitískt viðkvæmt annars líkt að séu færri störf í ferðaþjónustu. Við bara þurfum á því að halda og þess vegna held ég að við getum alveg verið leiðandi í stafrænni tækni í ferðaþjónustu og við erum auðvitað með fyrirtæki íslensk sem eru í útrás síðan annars staðar til þess að bjóða upp á þessa valkosti. Og það er alveg lykilatriði, við verðum að gera það vegna þess að einhvern veginn þurfum við að lækka þennan kostnað. Bogi, hvað getið þið gert í fluginu og svo sem víðar? Við þurfum náttúrulega bara að gera hvað við getum í okkar rekstri til þess að lækka kostnað. Það er mjög mikilvægt og algjörlega rétt að launakostnaðurinn allt og hár og það er okkar stóra markmið að lækka hann og samningarnir sem voru að gengi frá daginn, þeir hafa neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna, hótelrekstur og þess áttar og við erum til dæmis að vera í svona söluferli með hótelin okkar og erlendir aðalar sem að skoða þeir spyrja bara hvernig getið þið rekið fyrirtæki á Íslandi, þannig að þetta er krefjandi og við þurfum að vinna í því en eins og kom fram í skýrslunni þá mun væntanlega eiga sér stað á árinu sameiningar og samþætting í ferðaþjónustunni sem mun leiða til hagræðingar sem algjörlega nauðsynlegt en síðan ýmislegt sem að hið opinbera getur gert, haldið áfram að lækka tryggingagjald og ýmislegt fleira sem er að leggjast á ferðaþjónustun og flugið, þannig að við þurfum að vinna okkar vinnu og hið opinbera líka. En sko, við vorum að tala áðan strákarnir Airbnb og svona ákveðna svona þróun sem að verða þar, talandi sko fjárfestingu í ferðaþjónustu og Bogi kom inn á það, þú komst inn á það í fundi á ræðina á aðalfundi félagsins að ef til vill hefðu við farið of geyst í fjárfestingar og Þórdís kom áðan, það er ég held að vita allir að kosta ekki 7.000 kall að fljúga til London þó það hafi kostað það mörg undanfarin ár. Þannig að ef að það var forsendan fyrir þessum vexti og fjölgun þá kannski má deila það hversu raunhæf svo áætlun var. En það liggur eins og fyrir að það er búið að byggja mikið af hótelherbyggjum og það er verið að byggja fleiri. Airbnb það var svona velkomið apparat svona til að tappa af sko þrýstingnum á meðan að hann var sem mestur sko það er greinilega árangur af því að hafa hert þessar reglur og kannski ekki síst bara að fara eftir þeim. Já, er eitthvað meira slíkt í vændum til þess að svona tryggja það að þeir hótelreikendur sem hafa farið út í miklu fjárfestingar njóti ávaxta af sinni? Já, þetta við erum náttúrulega búin að ræða þessi Airbnb-mál undanfarna svona fundi til dæmis og það er auðvitað þannig og ég held að allir vita alveg eins og segir, við þurftum á því að halda þrátt fyrir að vera kannski svona óvinsæll gæi í partíinu og þá þurfti hann einhvern veginn að vera með til þess að bara geta boðið alla þessa ferðamenn velkomna því við höfðum ekki herbygginn, að minnsta kosti ekki á þessu svæði. En það var síðan auðvitað líka orðið löngu tímabært að hafa eftirliti þannig að það virkaði. Og bara til að setja það í samhengi, við settum, og ég forgangsraði þeim fjármunum sjálf, bað ekki nýja peninga, heldur bara hætti öðru í mínu ráðuneyti og setti 65 milljónir í þetta eftirlit til 1 árs og svo erum við búin að tryggja framhald á því, það þarf ekki vera jafn miklu stóru sniði en það er tryggt áfram þetta eftirlit eins og það hefur verið þannig að það virki. Og þetta hefur skilað sér því að við erum sko með svarta, eða þeir áætla, sýslumannsembættið áætlar að það sé svört atvinnustar sem hafa farið niður 30% og þessar skráningar eru náttúrulega bara, þær hafa sko margfaldast og við erum farin úr sko okkur 15% skráningu í 55% sem er samt ennþá alltaf lítið. Af því að þegar við erum að reyna að fylgjast með sko ólögmætri starfsemi þá þurfum við þetta fyrst að fá alla til að skrá sig til þess að geta síðan mælt það og það hlutfall er ennþá of lágt. Bara skráningagjöld að þú þarft að borga þennan 7.000 kall eða hvað það er á hverju ári, bara það eru 23 milljónir. Og síðan er búið að senda út sektarboð fyrir ykkur 80
Það búið að hafa afskipti af mjög mörgum sem ákveða síðan í kjölfarið að setja bara farið í langtíma leigu eða selja íbúðina annað slíkt. Þannig að þegar hérna kemur í ljós til dæmis varðandi skráða starfsemi og mér finnst mjög gott að það tala skráða gistingu og óskráða en ekki hótel Airbnb af því að margir þeirra sem að auglýsa sig á Airbnb eru samt bara í lögmætri skráðri starfsemi og skila öllu sínu. Þannig að þegar maður segir skráð gistingu og óskráð þá getur líka verið að það séu bara fleiri sem eru á Airbnb, eru jafnvel í 90 daga reglu eða eru bara með rekstrarleyfi en eru samt í skráðri og eru að skila öllu sínu. Þannig ég held að þetta sé bæði að fleiri eru að skrá sig og með allt þetta upp á borðum og svo eru líka bara fleiri sem eru hættir. Af því að það þurfti ekki nema láta þetta virka, þannig að fólk hugsaður, heyrðu, ok, ég nenni ekki að standa í þessu. Og auðvitað er það óþolandi fyrir fyrirtæki þar sem eru gerðar miklu ríkari kröfur, það er verið að borga alls konar auka gjöld og vaskurinn þarf að vera réttum stað og brunaeftirlit þarf að koma allt þetta, að þau séu að standa í því og aðrir geti verið, af því þetta, þú veist, þegar sýslumaðurinn er að hafa afskipti af fólki, þau eru ekki að hafa afskipti af ömmunni sem kann ekki á interneti og bara kunni ekki að skrá sig og er bara að selja, þú veist, 20 daga yfir árið, sko. Þú veist, það er verið að skipta sig af fólki sem er í atvinnurekstri en lætur eins og sé það ekki. Og það er ekki takt að því ég man bara, við vorum hérna á fundi, ég held að vera hjá samtökum atvinnulífsins, ég man alltaf en ég satt í panel með Halldóri Benjamín og hann sagði, getum við ekki bara næsta ári, við erum búin að laga þetta og þetta sé eitthvað svona og ég hugsaði, ég vona að ég fara að hitta hann í panel, þá get ég sagt, heyrðu, við gerðum það sko. Þó að verkefni sé ekki lokið, að þá gerðum við það og þetta hefur skilað ótrúlegum árangri og það er það sem er líka svolítið vandasamt þegar við erum að ræða eftirlit. Við til dæmis vitum og OECD er núna í stóru verkefni fyrir okkur sem segir að þau eru komist að niðurstöðu að eftirlitskerfi hér er dýrast innan OECD. Það er allt og dýrst og óskilvirkt. En samt erum við líka og greinir sjálfa kalla eftir og við vitum líka að það þarf ríkara eftirlit á ákveðnum sviðum og það þarf líka bara að fúnkara. Þú ert kannski með margar stofnanir með góðu fólki með sín verkefni en bara með því að láta að vinna saman eins og við höfum verið að reyna að gera bara í ferðaþjónustu almennt að þá virkar þetta betur. Þannig að það eru alltaf tvær hliðar á því. Ég er sammála þessu að þetta er mjög mikilvægt að eftirlitið sé orðið betra, það sé meira skráðu gistingunni komin upp á borðið og þetta á ekki bara við í gistingunni og hótelreksturinn, þetta á líka við í veitingareksturinn sem við erum í. Þar erum við ofta að keppa við mjög erfiða samkeppnisaðila og ótrúleg dæmi sem við heyrum af mjög bara svarta starfsemi og þar þarf að vinna mikla vinnu líka. Eftirlitið þarf að vera sterkara og þannig að samkeppnisstaðan verði jafnari og ríkið fái sína tekjur. Já. Mér langar næst að víkja, við töluðum hérna í upphafi Ísland sem heilsársáfangastað og hvað það væri í rauninni mikilvægt til að auðvitað bara bæði minnka álag og nýta fjárfestinguna. Landsbyggðin, ég held að ef maður spyr ferðamenn, af hverju komst hingað og af hverju viltu koma hingað, þá er náttúran ennþá og ber höfuð herðar yfir í rauninni aðra þætti og þó að vorkvöldi Reykjavík séu heillandi þá er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem að fólk upplifir þegar það kemur út fyrir höfuðborgarsvæðið en þeir eru auðvitað núna að dvelja styttra og hvaða raunhæfu leiðir eru til þess að draga úr því eða auka dreifinguna eða bætana landið? Ég held að sé engin töfralausn til í því. Ég bara kem aftur að þessari heildstæðu stefnumótun sem er nauðsynleg og vil rifja upp vinnu sem við fengum Boston Consulting til þess að fara í árið 2013. Icelandair, Isavia, Bláa lónið og bílalega Akureyrar var unnin mjög góð í rauninni vinna sem tengdist stefnumótun fyrir ferðaþjónustuna, einmitt hvernig við myndum dreifa ferðamönnum landið og ég hvet fólk til þess að kíkja á þessa vinnu og hvet Þórdísi til þess að skoða þetta og ég held að þetta gæti verið grunnur að mjög hraðri og góðri vinnu í stefnumóti fyrir greinina í heild sinni og eitthvað sem við getum bara klárað hratt og örugglega og það kemur einmitt inn á dreifingu ferðamanna landið með mjög skilvirkum hætti. Að gera eitthvað í innanlandsfluginu, niðurgreiða innanlandsflug, Skotar hafa gert það, ekki kannski fyrir ferðamenn en fyrir sína íbúa, er það eitthvað sem er raunhæft eða bara yfirhauð skynsamlegt? Ég held langflestir ferðamenn sem ætla að fara út land, þeir vilja keyra. Það er partur af upplifuninni, sérstaklega að keyra hringinn, þá viltu keyra hringinn. Þessi skotska leið sem auðvitað er í mikilli skoðun hér og gert ráð fyrir í fjármunum og annað,
hún bara byggðaaðgerð og snýr bara íbúum sem búa ákveðið langt frá höfuðborgarsvæðinu og þurfa að sækja þjónustu og annað slíkt að þeir fá x marga leggi niðurgreidda en ekki fyrir ferðamenn. Við vitum alveg innanlandsflug mjög dýrt og það ótrúlega lítið notað af ferðamönnum og án þess að ætla að fara að ræða Reykjavíkurflugvöll sem að ég mun ekki bara sjálfdáðum stíga fram og taka að mér að þá nefni ég bara að sjálfsögðu hefur það áhrif þegar ferðamenn lenda í Keflavík og geta illa flogið frá Keflavík og út á land. Heldur þurfa þær annarkvort að borga 15-20 skall í leigubíl til Reykjavíkur eða stíga upp í rútu sem kostar slatt á mann og kannski fjölskylda, koma sér á BSI, taka þá leigubíl þaðan og niður á flugvöll eða labba með töskurnar sem að sé stundum þessa leið til þess að fara í flugþanga sem síðan kostar fyrir slíka fjölskyldu kannski 3 sinnum meira eða 2 sinnum tvöfalt allavega heldur en það kostaði að komast til Íslands. Þannig að þetta blasir auðvitað við manni og þetta nákvæmlega sama og við myndum hugsa þegar við förum eitthvað. Þú lendir ekki einhvers staðar og fer síðan í 3 tíma ferðalag til þess að borga tvöfalt meira til þess að komast á einhvern stað. Þannig að ég held að það sé nú þáttur í þessu líka en varðandi dreifingu ferðamanna sem orð sem margir þola illa að þá skulum við líka bara viðurkenna það að það ótrúlega erfitt. Og ég vísa aftur í þessa ferð sem við fórum til Nýja-Sjálands að þar gat maður til dæmis séð, þar sem var alþjóðaflugvellir á þeim svæðum, þar dreifðust ferðamennir. Þangað fara ferðamenn. Þannig að það opnist með raunverulegum hætti önnur gátt, eins og komin svona vísir að Akureyri og vonandi einhvern tíma gerist líka á Austurlandi, það lang áhrifaríkasta leiðin til þess að dreifa ferðamennum. Að þeir einfaldlega fljúi beint þangað þegar þeir koma. Við síðan auðvitað þegar við erum að tala að fjölga seglum að þá við, það felst í því bæði að markasetja þá, að uppbygging innviða sé með þeim hætti að það sé áhugavert og auðvelt að komast þangað og svo þetta greinir sjálf sem bara með sínum fjárfestingum og öðru slíku, afþreying og hótelum og veitingastöðum og öllu þessu sem það sem hefur áhrif vegna þess að við getum auðvitað ekkert, það engin kvóti á hvern landshluta. Þannig að allt sem stjórnvöld að gera í rauninni, það stuðlar, markmið að ferðamenn fari víðar. Svo bara svo margt sem við síðan höfum ekki stjórn á. Þannig að það líka allt í lagi að viðurkenna það að þetta erfitt. En við ætluðum að dreifa ferðamönnum árið og það hefur gengið vel. Hvað við nú svona styttast í svo hjá okkur, 2019, ég held að við getum bara verið sammála um það hér að það verður svona krefjandi ár í ferðaþjónustu. Kærkomið kannski orðum aukið að segja en ekki bara dálítið gott að fá aðeins og allan við erum hér þannig að við getum þá alveg reynt að nýta okkur til góðs að svona skipuleggja okkur. Þú varst eldsnögg að græða þetta Airbnb-mál þegar þú hendir þér í það. Erum við ekki bara að fara að henda okkur í að skipuleggja okkur og svona aðeins horfa til lengri tíma og ákveða hvað ætlum að verða þegar við erum stór sem ferðaþjónustuland? Þetta ekki bara Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt og ég veit ekki hvort það sé gott mál, staðan sem við erum í dag en við erum í henni og við erum á krossgötum. Og við þurfum að vinna ákveðna vinnu, við þurfum að ákveða hvernig við viljum hafa þetta, hver framtíðarsýnin á að vera og það mjög mikilvægt eins og ég sagði þannig að við vinnum það bara hratt og örugglega. Þetta tengist bara öllu í ferðaþjónustinu, fluginu og þess aftar, dreifing út á landsbyggðina og þess vegna þarf bara að klára þetta á þessu ári, ekki síðar. Hvernig við viljum hafa þetta þegar við erum stór. Ég held að það sé alveg rétt og þessi tími, þetta bara svo staða sem við erum í og það eins gott að nýta hann almennilega og ég man þegar ég sat á þessum fundi í Perlunni held ég að verið í fyrra þar sem að það voru forsvarsmenn stórra fyrirtækja með mér í panel og spyrillin var svolítið svona nú bara fjölgunin að minnka, hafið þið meira áttur áhyggjur og allir svona, og ég bjóst við því allir myndu keyra þá stemmingu upp en viðbrögð þeirra voru bara tja, við höfum þá allan tíma núna til þess að hugsa, hvernig viljum Rannveig var þar á meðal, hvernig viljum við hafa þetta, við höfum þá tíma til þess að, hvað nice to have, hvað need to have, hvað getum við gert til þess að bæta rekstur, vegna þess að það, fyrirtæki greinin hafi þetta verið á hlaupum, ár eftir ár, þannig að þó að það sé þó að þetta sé, verða einhverju leyti sársaukafullt og ekkert eitthvað sem að menn hefur sett efst á óskalistan endilega þessi staða, að þá hún og það má alveg halda því fram að hún sé þrátt fyrir allt saman aðeins mýkri heldur en einhverju hefði þórað að vona
Og þá spurning hvað getum við gert og hvernig getum við þá nýtt þennan tíma til þess að svona ákveða hvernig ferðaþjónustuland ætlum við að vera og hvað getum við gert til þess að gera hann í rauninni bara sjálfbæra vegna þess að það vita allir að við þurfum meiri verðmætasköpun í grunni. Það vita allir og það sama við öll þessi, eins og við talum hérna fyrirtækin, þessi stóru og smáu. Þú veist, það fylgir því líka þegar við tekur ákvörðun að greinin sé svona þungavíkta atvinnugrein og þungamiðja í íslensku efnahagslífi að þá auðvitað mun það þýða ákveðnar aðgerðir sem að ekki eru allar sársaukalausar sko. En við vitum að fylgir því bara að verða stór. Bogi, hverjir svona eru horfurnar hjá þínu félagi og svona hvernig sér þetta spilast núna? Verðum við ekki bara alveg fyrir og flammið 2020? Já, langtíma horfurnar eru að mínum að þetta mjög góðar fyrir okkar félag og íslenska ferðaþjónustu. Íslensk ferðaþjónusta og hið opinbera þarf að taka ákveðnar ákvarðanir núna og framtíðin byggir svolítið á þessum ákvarðunum að við tökum réttar ákvarðanir. Það sé svona heildarsamhengi í þessu öllu saman, bara því að Þórdís var að nefna leigubílinn frá Keflavík til Reykjavíkur, 15-20.000 krónur og það kom kannski farþegi frá Los Angeles fyrir 8.000 krónur sko. Þetta meikar náttúrulega engan sens og ferðamaðurinn strax orðinn fyrir vonbrigðum þegar hann bara að keyra Reykjanesbrautina út af leigubílagjaldinu. Þannig að það þarf að vera svona heildarsamhengi í þessu og bara eins og segja enn og aftur, þessi stefnumótun og ákvarðanir núna eru gríðarlega mikilvægar upp á framtíðina og ég tel að við tökum réttar ákvarðanir og myndum að mótum réttar stefnu þá sé framtíðin mjög björt í íslenski ferðaþjónustu og fyrir okkar félag líka. Glæsilegt, við látum það bara vera lokaorðin, tökum réttar ákvarðanir og framtíðin björt. Við bara þakkum ykkur kærlega fyrir komuna í dag og vona þig í góðan dag.